stödd hér í Árskóla á Sauðárkróki þar sem Háskóli unga fólksins með námskeið fyrir krakka í 8. og 9. bekk í Skagafirði og hér eru alls konar námskeið, til dæmis japanska, stjörnufræði, blað- og fréttamennska og eðlisfræði og efnafræði. Við erum hérna í Árskóla og háskólalestin frá Háskóla Íslands hérna með kynningu og námskeið fyrir krakka í Skagafirði. Ýmis námskeið eru í boði eins og fjölmiðlafræði, jarðfræði, eðlisfræði, efnafræði, japanska og fleira. Ég er stödd í Árskóla og háskólalestin komin með nokkur námskeið til okkar. Nemendur fengu að skrá sig í tölvunum í 3 lotur og allt gengur bara mjög vel og nemendurnir eru í síðustu lotunni sinni núna. Við erum stödd hérna í Árskóla á námskeið hjá háskólalestinni og það er fullt af námskeiðum og ég kem úr Varmahlíðaskóla þannig ég kom með rútu í morgun og hér er fullt af námskeiðum eins og ég sagði áðan eins og blað- og fréttamennska sem ég er í núna. Við erum stödd hér í Árskóla á Sauðárkróki þar sem háskólalestin fer fram og háskólalestin eru námskeið fyrir krakka í 8. og 9. bekk úr Skagafirði. Góðan dag, við erum mætt hérna í Árskóla í Skagafirði. Það er Háskóli unga fólksins sem er fullt af námskeiðum eins og japanska og fullt af öðrum. Líka blaða- og fréttamennska og jarðfræði og vísindafræði, stjörnufræði og ýmislegt. Við erum stödd hér í Árskóla, þar sem Háskóli unga fólksins fer fram. Það er búið að vera mjög skemmtilegt dag og það er eins og japanska og efnafræði, blaðamennska og jarðfræði. Hvað ert þú að sýna hérna í dag? Komdu sæll, ég er að sýna efnafræði, eða ég er að kynna efnafræði. Ég er efnafræðingur frá Háskóla Íslands. Já, og hvað ert þú með hérna í sýningunni? Í sýningunni erum við með allt frá því að vera með köld gös og litalausnir eða svona litvísa og lausnir og svo erum við með efnahvörf sem gefa sér stórkostlega hvelli og sprengingar. Er þetta ekkert hættulegt? Jú, þetta er mjög hættulegt. Þess vegna er ég alltaf með öryggisgleraugu, ég er í hlífðarbúning og þeir sem eru að vinna með sýninguna eru alltaf með hlífðarhanska. Og svo getum við fyllsta öryggis með allan búnað sem við erum með. Já, og hvað ertu með hérna? Já, nú erum við bara að ganga frá eftir seinustu sýningu. Hér er kóki sem að bjuggum til áðan. Þetta er ekki kók, þetta er bara plat. Þetta er ákveðið efni sem að breytir lit og verður svona dökkt. Gætirðu sagt okkur aðeins svona hvernig ferillinn það er sem breytir lit? Já, það get ég sagt þér. Það sem við setjum á í litalausnirnar, það eru efni sem eru mismunandi litin eftir hvort sem eru í súrri eða basískri vatnslausn. Og svo leikum við okkur bara með því að setja sýrur og basa út í lausnina og það breytir hún lit. Og til dæmis þegar maður andar frá sér, þá andar maður frá sér koltvíoxíði sem gerir vatn súrt. Og ef við blásum ofan í svona lausn, þá getum við látið henni að fara frá því að vera til dæmis lituð yfir að vera litlaus. Já. Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir þetta. Hvað ættum við að gera hérna í
á Háskóla unga fólksins? Ég er að kenna stjörnufræði í Háskóla unga fólksins og reyna að sýna fólki sólina og loftsteina og eitthvað svona skemmtilegt. Og er það gaman eða leiðilegt eða? Það er svona freka skemmtilegt myndi ég segja, en þeir eru alveg freka skemmtilegu staður. Og hvenær byrjaðir að vinna á Háskóla unga fólksins? Ég hef tekið þátt í Háskóla unga fólksins í held í 5 eða 6 ár og það er alltaf jafn skemmtilegt. Já. Hvaða aldri ertu að kenna? Ég er að kenna krökkum í úlingudeild skólans á staðnum. Það eru allir krakkarnir mjög skemmtilegir og hressir. Og þú hefur semst rosa gaman að þessu? Heldur betur, ég vona svo sannarlega að gestirnir okkar hafi líka mjög gaman að þessu. Hvað eru þið að gera hér? Við erum háskólalestin og við erum að sýna alls konar skemmtileg vísindi. Ég var að skoða hérna í kringum og það var mjög skemmtilegt að sjá allt. Fórstu og horfðirðu á sprengjusýninguna? Já, ég gerði það. Hún var mjög flott. Finnst þið gaman? Já. Hvað ertu að gera hérna í dag? Ég er bara svona að gramsa. Fannst þér gaman á vísinda hana á hátíðinni? Já, mjög gaman. Hvað var skemmtilegast? Sprengjunar. Hvað er búið að vera skemmtilegast? Allt saman. Ertu búin að sjá eitthvað skemmtilegt hérna? Já. Hvað? Þarna steina. Ég var að skoða sólina og fór á svona stjörnusýningu og sprengjusýningu. Og hvað fannst þér skemmtilegast? Sprengjusýningu. Hvað eru þið búin að skoða í dag? Ég er búin að skoða steinasafnið. Já, og eitthvað fleira? Ég er búin að skoða sprengju. Og fannst þið sprengjusýningu flott? Já. Hvað ert þú búin að gera í dag? Búin að skoða það saman með hann. Það er skemmtilegt. Með flöskurnar. Hvað er skemmtilegast? Að snúa sér í hringinn. Hvað er uppáhaldssteinninn þinn? Uppáhaldssteinninn minn? Þeir eru svo margir flottir. Ég bara hef ekki hugmynd. Ég er kannski... Það er eiginlega steinn sem heitir Múskóvít. Það sýnir hann. Já. Hann lítur svona út. Hvað er merkilegt við þennan stein? Hann er svo skemmtilegur. Hann finnst ekki á Íslandi, ekki svona stór. En hann flagnar. Þið sjáðu hérna að hann er í svona mörgum litlu lögum og það er hægt að plokka lögin af og þá fær maður svona flögur. Og hann er svo ólíkur venjulegu grjóti sem maður þekkir og sér út í náttúrunni og þess vegna er svona skemmtilegur. Er gaman að Sauðárkróki? Það er rosalega gaman að Sauðárkróki, alveg æðislega skemmtilegt.